Ein af óvenjulegustu plöntum heims að hverfa. Hvað varð stóru dúnmjúku boltana sem einu sinni þrifust í Mývatni? Svona spyr hið virta tímarit National Geographic í ítarlegri umfjöllun sinni vatnið og á þar við hringlaga þörunginn eða hinn fræga kúluskít sem landsmenn þekkja vel. Árni Einarsson forstöðumaður hjá Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn fullyrðir að hann hafi ekki sést í þeirri stærð sem hann var í 3 ár og sé nánast horfinn úr vatninu. Mikið var fjallað alvarlegt ástand Mývatns í fréttum í vor. Kastljós fór norður og reyndi að grafast fyrir hvað að gerast í Mývatni, hvers vegna kúluskíturinn nánast horfinn og hvernig hægt að bregðast við því. Þetta leðjan sem setlagið sem undir Mývatni og þetta leðju yfirborðið og Mývatn eins og hér. Þetta tiltölulega tært, svona við fyrstu sýn eða hvað? Já, það virkar það, en þegar þú ert með meira vatn þá sérðu að það ekki. Það í þessu smásægir grænþörungar sem að skikja á botnin og núna að koma þetta sem að Mývatningar kalla leirlos sem eru blábakteríurnar sem að skikja svo endanlega á þetta allt saman. Ástand Mývatns hefur farið hægt versnandi síðustu áratugi og verið óvenju slæmt undanfarin ár, þótt nú sjáist nokkur batamerki eftir niðursveifluna. Svona leit vatnið hins vegar út í ágúst í fyrra. Í Ytri-Flóa við stærstu byggðina Reykjahlíð var vatnið mjólkurhvítt og ekki sást til botns. Þetta gerist þegar blábakterían rotnar í vatninu, en mikið hefur verið af henni undanfarin misseri, þótt ástandið hafi verið verra í fyrra. Þar að auki hefur viðvarandi silungsleysi verið árum saman og miklu færri ungar komist á legg en áður vegna skorts á æti. Þá hefur botngróður og hinn einstæki hringlaga þörungur kúluskíturinn nánast horfið úr vatninu. Við erum stödd á syðri hluta vatnsins þar sem vel sést til botns, en þar staðan líka best. Verst staðan hjá þorpinu í Reykjahlíð þar sem mikið blábakteríu. Blábakterían myndast af völdum næringarefna sem berast í vatnið. Þau eru aðalega nitur og fosfór. Frá blábakteríunni losna svo næringarefni sem auka vöxt grænþörunga. Í norðurhluta vatnsins eru því blábakteríur og í suðurhluta þess eru grænþörungar. Hvort tveggja gruggar vatnið og skyggir á lífríkið. Það meðal annars skýringin á því af hverju kúluskíturinn hefur horfið. Þetta síðasti kúluskíturinn. Við fundum hann í vatninu fyrir 3 árum síðan og hann hann var sem sagt að kafna í leðju. Hann var að hverfa og honum var bjargað hér upp í rannsóknarstofunni og við höfum þetta haldið í honum lífinu síðan. Hvað svona einstakt við kúluskítinn? Þetta bara mjög sjaldgæft form á plöntu. Plöntur eru yfirleitt ekki kúlulaga, þær eru með laufblöð sem að reyna að fanga sólarljósið með. Þetta afskaplega óhagkvæmt form fyrir plöntu að vera kúlulaga. Það svo lítið yfirborð miðað við massa og þannig að svona plöntur finnast yfirleitt ekki nema þessi tegund, hún hefur fundið leið til þess að lifa á vatnsbotninum. Vonir heimamanna vöknuðu að hann væri ekki alveg horfinn þegar nokkrum kúluskítum skolað á land eftir fárð. Þrátt fyrir það segir Árni að meiri hluti hans sé horfinn. Það voru í milljónavís þessar plöntur hér áður fyrr. Já, 2 milljónavís og mynduðu þéttar breiður á botninum. Nú búið að vera rannsóknarstarf hérna í rúmlega 40 ár. Hefði ekki verið hægt að koma í veg fyrir það að kúluskíturinn hyrfi? Eða hefur ekkert verið hlustað á rannsóknir ykkar á vatninu? Sko, þetta er langtíma þróun og hún er þegar hafin þegar við byrjum rannsóknir hérna. Það vantar grunnrannsóknir áður en þessi starfsemi öll byrjaði hérna í Mývatnssveit. Þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvert grunnástand vatnsins var. Síðan tekur langan tíma að átta sig á því að lífríkið er mjög sveiflótt og það tekur alveg áratugi að gera það vegna þess að hver sveifla hún tekur
7 ár, eða 14 ár til þess að fara frá einum toppi til annars og þetta hefur verið okkar fókus. Japanir glímdu við sama vanda og Mývetningar glíma við núna. Þar var kúluskíturinn við það að hverfa. Þeir hins vegar brugðu á það ráð að veita öllu skólpvatni frá vatninu og örfáum árum náði kúluskíturinn sér vel á strik. Og skygnið í vatninu hjá þeim, það jókst úr 1 metra í 6 metra. Og við það þá fór kúluskíturinn að þrífast betur. Hann óx, kúlurnar stækkuðu úr cirka 12 cm þvermáli upp í alveg fótboltastærð. En það sem þarf að gera hérna? En Já, ekki of seint? Það ekki of seint. Ég held að kúluskíturinn komi aftur leið og birtu skilyrðin skána. Það eru öll önnur lífsskilyrði fyrir hendi. Ef að okkur tekst að gera Mývatn tært aftur, að þá mun kúluskíturinn koma. En hvað þarf að gera svo Mývatn nái sér á strik á ný? Það þarf að losna við öll næringarefni frá mönnum. Ég ekki að segja að þetta sé allt þeim að kenna, en þetta eina sem við hefum vald til þess að gera. Það er ómikið af næringarefnum í vatninu og ef við ætlum að breyta því þá þurfum við að takmarka sem allra mest og helst alveg losun næringarefna. Og það gerum við með því að hreinsa skólp. Það nú ekki þannig að skólpi sé veitt beint út í vatnið. Það eru rotþrær hér sem hafa vísu gegnum rennsli, þannig að næringarefni berast í grunnvatnið alveg örugglega og við mælum það. Árið 2012 tók í gildi ný reglugerð sem segir að allar stærri fráveitur eða mannvirki við vatnið verða notast við svokallað 3 þrepa hreinsikerfi í stað 2 þrepa. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra segir stöðuna á skólpmálum vera góða hjá einstökum húsum og lögbýlum en ekki jafn góða þegar kemur að stærri fráveitum í þéttbýliskjörnum við vatnið. Þá öll viðbót af völdum manna, viðbót vegna skóps og aukinnar umferðar ferðamanna hættuleg og það ekki bara ferðamenn, það öll atvinnustarfsemi og landbúnaður sem að gerir eða bætir í vatnið. Og vegna þess að vatnið svo ríkt fyrir, þá öll viðbót, þó hún sé kannski hlutfallslega lítil í prósentum reiknuð, þá hún hættuleg fyrir vatnið. Og það þýðir í reynd að Reykjavíkurþorpið og Vogahverfi, skútustaðir og slíkir þéttbýliskjarnar á bakka Mývatns, að þar þarf að byggja upp fullkomnar skólphreinsi-stöðvar til þess að ná þessu markmiði. Kostnaður við hverja hreinsistöð yrði á bilinu 300 til 350 milljónir króna og 10 milljónir í árlegan rekstrarkostnað. Segir sig sjálft að það mjög þungt fyrir sveitarfélagið og álögur á íbúa sem sagt út af því þannig að við það verður ekki unað. Þannig að það auðvitað bara staðan. En við viljum auðvitað gjarnan standa okkar plikt og gera það sem fyrir okkur lagt og viljum alls ekki vera neinir umhverfi sóðar ef hann má nota það orð. Það var mín skoðun að ef að hreinsistöðvarnar eru það sem dugar, þá held ég að það sé kannski alveg kostnaður sem vel verjandi eða verjandi þeim fjármunum. Til að bjarga vatninu þá? Já, ef að það hins vegar ekki það sem dugar, að þá kannski verða menn að horfa á aðra þætti og mér finnst að menn þurfa að vera nokkuð vissir það áður þeir fara að henda fleiri hundruð með milljörðum í það verkefni. Það má benda á það að þetta tilkomið vegna þess að það eru sérlög sem gilda Mývatn og Laxá og reglugerðin sem sagt tekur mið af því. Þannig að ríkið hefur sett auknar kröfur á sveitarfélagið. Þannig að þá bara eðlilegt og ég held að sé engin ágreiningur það að ríkið sem sagt greiði þá þann viðbóta kostnað að lágmarki sem að til fellur og styðji þannig við í rauninni lífríkið. Og það sem hefur vilt mönnum sín svolítið það að Mývatn svo næringaríkt frá náttúrunnar hendi, menn segja að þetta bara dropi í hafið, en þetta kannski dropinn sem fyllir mælinn. Já, Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra sá sér ekki fært að mæta til okkar í kvöld, en til mín kominn Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri hjá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu sem einnig var formaður samstarfshóps sem umhverfisráðherra skipaði málefni Mývatns í vor. Velkomin Hugi. Takk. Það liggur alveg ljóst fyrir að ekki stendur í raun og veru á Skútustaðahreppi að taka til í sínum fráveitumálum, en þeir geta það ekki fjárhagslega án aðkomu ríkisvaldsins. Hvað segir starfshópurinn þetta atriði? Já, eins og þú nefnir svona almenna regla með fráveitumál að sveitarfélög bera ábyrgð og kostnað.
En við bendum einmitt á það í þessu samstarfshópi að þarna ekkert venjulegar aðstæður, þarna lítið fámennt sveitarfélag með mjög stóra ábyrgð á mikilli og sérstæðri náttúruperlu og það eru líka í gildi sérlög vernd Mývatns og Laxár og aukalegar kröfur í reglugerð sem gerð á grunni þessara sérlaga, þannig að Grunnu ber ríkinu skylda til að þessi samstarfshópur segir að þarna séu ákveðin sanngirni sjónarmið sem að hljóti að segja að ríkið aðstoði þetta litla sveitarfélag í þessu stóra verkefni og sérstaklega að því að það krafa sem að kemur frá ríkisvaldinu að þarna sé gengið lengra og farið í aukalegan kostnað. Það búið að gera nokkrar svona ítarlegar úttektir á Mývatni og þótt ekki sé hægt að fullyrða að skólp frá mönnum sé megin rót vandans, þá minnst á þessa varúðarreglu í skýrslu ykkar. Hvað felst í henni? Já, það einmitt eins og Árni nefndi og í kynningunni hérna hjá okkur og það engin einföld skýring eða augljós sökudólgur en við bendum á tvennt sem að veldur því að við mælum með að það sé farið í úrbætur í fráveitumálum þrátt fyrir óvissu. Varúðarreglan segir í raun og veru að ef það grunur að það sé eitthvað athafni manna hafi neikvæðan áhrif á náttúruna þá þurfi ekki fullkomna vísindalega vissu til þess að menn fari í aðgerð, menn geti ekki notað sem afsökun að gera ekki neitt. En það líka auðvitað rétt að benda á að þarna eru þessi sérlög í gildi, þannig að krafan komin fram. Hún byggir ekki bara á beitingu varúðarreglunar, heldur hún raun og veru komin inn í okkar regluverk. En hvað ætlar ráðuneytið að gera í þessu máli? Við erum þegar búin að hefjast handa á grunni ábendinga sem komu frá þessu samstarfshópi í vor. Það þá annars vegar að þarna aukna rannsóknir, sérstaklega rannsóknar átak til að skilja einmitt þetta betur og liggja fyrir drög að samningi það. Það sem skoða helst fráveiturnar og það þegar hafin úttekt á fráveitumálum, menn höfðu áður skoðað sérstaklega fráveiturna þarna í Reykjahlíð en þarna eru svona á 7 staðir þar sem að raun og veru þörf á þessum úrbótum, þar sem þessi krafa kemur. Þannig að við erum búin að skrifa undir samning og hún hafin svona heildstæð úttekt á þessum 7 stöðum, þá höfum við góðan grunn til að taka frekar ákvarðanir, við sjáum valkostina, hver líkleg kostnaður í heild og getum þá. En hvað mun það taka langan tíma? Við reiknum með að það taki stuttan tíma. Fyrir kosningar? Ég veit nú ekki hvort að við erum kannski ekki sérstaklega einblín á þær en að það komi núna í haust. Það sé Þannig að hreppurinn gæti kannski búist við því að sjá eitthvað fjármagn til þess að taka á þessum málum fyrir áramót jafnvel? Ég veit nú ekkert, ég skal nú engu lofa hvenær peningarnir skila sér en við erum allavega að reyna að sjá þarna hvað reikningurum verður þá líklega hár og síðan þurfa menn auðvitað að ræða saman vegna þess að það ekkert beint í lögum eða reglugerðin sem segir nákvæmlega hvernig ég skipta svo reikningnum á milli þá ríkis og sveitarfélags en þar hljóta að koma til svona ákveðin sanngirni sjónarmið og svona og ég hef enga trú á að menn ná ekki niðurstöðu það. Örstutt að lokum, hversu lengi má þetta bíða? Er þetta forgangsmál að þínum mati? Já, þetta hefur verið forgangsmál í ráðuneytinu að ýta á þetta. Þetta var í kjölfar þessar umræðu, það var líka ríku vilji hjá Alþingi, kom fram í umræðum að gera eitthvað í. Þetta langtíma þróun, þetta ekki bráðamengun sem daga- eða vikuspursmál en það ekkert sem á að tefja okkur og við erum þegar að hefjast handa við að gera þessa þannig að við getum unnið þetta bæði hratt og skynsamlega því þetta auðvitað mikill kostnaður og þurfum að fara í þetta af skynsemi fyrir vatnið og budduna og alla. Takk kærlega fyrir þetta. Hugi. Takk fyrir.